Þannig að þið færi músuna í burtu. Það sem kannski allir vita, eða flestir ætti að vita með HTML, að þetta er yfirleitt tvenns konar element. Það er block level element og inline element, eins og div og span. Samt er náttúrulega klárlega alltaf hægt að gera stílað í CSS-inu, hvort við ætlum að hafa það block level eða inline. Hver er munurinn? Inline, eða block level element, tekur upp alla plássið sem eru í meiningaskjánum. Inline element taka bara plássið sem að þau hafa, sem að textin kannski skrifast inn í. Það er einu munurinn á þessu. Öll CSS property eru skipt í ykkur svona kategóriur. Og ég ætla ekki að fara yfir alla þessar kategóriur. Þið vitið þetta náttúrulega. Þetta eru hlutir eins og box properties, eru padding margin, layout er náttúrulega þessi display og float og allt þetta, eins og við sjáum bara þarna á skjánum. Og svo svona vendor specific, kannski sem Mozilla WebKit og Microsoft Opera og fleira. Þannig að til þess að kannski átta sig á þessu öllu, ég vona að flestir hérna inni vita hvað box model er. Er eitthvað sem veit ekki hvað box model er? Ok, flott, þá getur útskýrt það. Box model þú applyar á block level elements og eru, segjum að breiddin sé 100%, eða segjum sé 200 pixlar. Ef þú bætir við border, padding eða margin, að þá bætist það við heildarbreiddin á elementinu. Þannig að ef þú vilt hafa elementið 200 pixla og ekki stærri en það, en ætlar að hafa 10 pixla padding sér ykkur megin, þá er að skilgreina breiddina sem 180, að hún bætir þessum auka 10 pixlum sér ykkur megin við sem að mynda breiddina. Þetta er box model. Gamla daga þá túlkaði Internet Explorer ekki box model rétt, þannig að þetta var alls konar svona vesen. Núna þurfum ekki að ágjöra þessu. Og meira þess að núna í dag í CSS3 er eitthvað sem heitir hey, ekki nota box model, ég vil hafa bara ef ég skilgreina víddina, þá skal þú hafa víddina svona og svo skiptir ekki máli hvað hitt er. En það er annað property, við skulum ekki bara fara yfir það núna. Þið með alveg stoppum bara hvenær sem er. Það er kannski bara mjög stæla best. Eitthvað óljóst hérna. Ok, það held ég bara. Basic stuff. Ef þú skilgreinir eitthvað á hæsta hierarchy level eins og body eða HTML, þá erfast hlutirnir niður á börnin. Þetta ættu allir að vita vonandi. Ok, svo eru náttúrulega selektorar. Þetta er svona eru eins og við... Hvað gerist ef þú overræta? Já, overræta niðri. Já, við komum eða vonandi útskýrist þetta allt svona, en já, í raun og veru, þetta er náttúrulega bara allt svona... Ég skal að það kemur aðeins hérna. Ok, selektorar eru bara eitthvað svona pattern hvernig við viljum stíla hvaða hlut eftir ákveðnu vægi. Browserinn renderar hlutina eftir ákveðnu vægi. Ég kem inn á það dálítið á eftir. Þannig að við erum með svona eitthvað universal selectora sem að sér hérna stjarna, svo er element, ef þú vilt selekta eitthvað ákveðið element, eða klassa, ID, eða beint á attribute, svo erum við svona pseudo classes og pseudo elements. Allar þessar típur hafa mismunandi vægi í browsernum, í hvaða röð, hvor er mikilvægari en hver. Þá kemur aftur eftir inn á það. Svo erum við með svona hluti sem heita descendant selectors. Þetta er náttúrulega, því að við séum þetta út allt, elli, eitthvað. Basically er þetta náttúrulega að segja bara að öll elli undir á einhvers konar hierarchy, þessi stíl mattsar við það element. Það er ekki unordered list eða hvað? Jó, þetta er unordered list og list item. Já. Svo erum við með eitthvað sem heitir child selectors og það er svona selektorar, já, kannski hoppa aðeins hérna. Ég held ekkert prepared fyrir þetta. Hvað ættu það að gera þetta? Ég var ekki að tala við sjálfum alltaf. Ok, þetta er náttúrulega augljóslega skilgreinir öll
LI undir UL. Þannig að ef þú ert með 1 UL, LI, UL, LI, UL, LI, þá mun barnið erfa sömu stíla og fyrsta barnið af þessum. Með child selectorum, sem eru skilgreindir svona með svona goggi, að þeir taka bara næsta immediate LI undir. Þannig að ef þú væri með einhverja undir OL lista eða undir því eitthvað, þá myndi ekki applya á það. Það tekur öll, það er ekki first. Nei, hún tekur öll, en þetta er sem sagt, Ekki bara. já, ekki barnabörn, þetta er immediate children. Þannig að, jú, ef það væri fleiri LI hérna, þá var náttúrulega klárlega myndi að gera það. Svo eru eitthvað sem heitir adjacent sibling selectors. Þeir eru með þessum plus og þetta er raunverulega bara systkinin. Þannig að ef ég skilgreini, þetta er paragraf skilgreiningin sem er sibling af H1. En eins og takk eftir þarna, þetta er bara fyrsta. Þetta er bara fyrsta siblingið. Ef við viljum fá bæði, þá notið þennan general sibling selector með tildamerkinu undan. Þannig að hún segir já, öll paragraf sem eru systkini eða koma strax á eftir H1, þau matcha þetta. Goggurinn myndi virka líka. Já, í raun og veru. Nei, fyrir ekki. Goggurinn er fyrir börn. Þetta er systkini, sko. Skilju hvað þið? Já, börn undir H1. Já, því að H1 er á sama leveli og paragraf, þetta er bara systkini. Hvað er næst? Já, ok. Layouts. Snorra hafði að fara þetta, það er ekkert allir kannski vita ekki, þú veist, hvað flót er að gera. Segjum og sett með UL-li og þú ætlar að flóta UL-inu. Það sem er að gerast við LI-ið er það að þegar þú flótar í, að þá segir hann, ok, ég tek hæðinu burtu, segjum að hæðin væri 20 pixlar á þessu LI, en ég ætla að flóta og setja hérna hægra megin, að þá fjarlægar hún hæðina og hleypir hlutum þannig að það getur sett aðra hluti hérna við hliðina á hægra megin, eins og í þessi tilfelli. Já, kannski frekar. En þá gerist alltaf hluturinn, þá kemur paragrafi sem eru eftir, að þá fer það yfir, þá fer það svona, að því að hæðin er ekki skilgreind á LI-inu lengur, að þá dettur paragrafið og fer upp fyrir. Þetta hafði örugglega öll séð. Og þá eru alls konar svona clearfix sem eru notuð. Þetta er svona nýjasta og flottasta clearfix, kom á kannski fyrir svona 5 árum síðan eða 4 árum eða eitthvað, þegar fólk fór að fatta að nota pseudo classes og með display table þegar browserar fór að supporta það. Ég vil ekki að fara mikið í þetta, en alls konar í gamla daga fyrir þetta, þá var maður ofta að setja hæðina á LI-ið eða alls konar öðruvísi fix sem maður voru hundleiðilega að gera. Þannig að þetta er mjög þægilegt. Já, kannski eitt sem við komum inn á þarna er að margir myndi kannski setja div hérna fyrir á milli sem að myndi vera clear fix með svona clear both sem myndi gera akkur þetta. En þá ertu náttúrulega komið með útlitið svolítið meira inn í HTML-ið sem stjórnar einhverju og þá ertu farin að lenda í vandræðum og vilt fara að breyta. Í staðinn fyrir að geta bara skilgreint á UL-inu, ég ætla að búa til hæðin aftur, ég ætla að klera allt sem er flótað, ég ætla svona að breyka það og láta það vera þannig að ég fái hæðinni minn aftur. Hvað gerir þessi clear? Þessi hérna, clear both. Það sem hann gerir er að segjum að vera með inline element, eitthvað span, og þú myndir setja clear right á það til dæmis, það segjum bara clear both. Þá ertu raunverulega bara, ok, eftir þetta þá ætla ég að brotna niður í næstu línu. Ég ætla að fara
Ég ætla ekki að láta neinum að halda áfram að setja element innan element hérna við hlið, heldur ég að þau að detta fyrir neðan. Ég er síðast í hverju. Já, já. Og maður hélt náttúrulega alltaf að þetta væri bara aðalmálið, að nota clear both ef maður vildi, en svo náttúrulega bara browserarnir fóru að gera þetta alls konar hlutum. Hérna er eitthvað sem ég hef aldrei fattað, eitthvað sem er E6 og 7 nota, sem er eitthvað zoom. Ég bara, eitthvað galdur. Hann tryggar eitthvað hash layout property sem er eitthvað quirks-böggur í Internet Explorer 6 og 7. En ég sé aftur að fólk kan róða svo á. Já, það var líka rosalega gott, en En það er líka meir neitt yfir. nei, það var umlega, ég notaði það lengi vel áður en þetta kom. Það var heldur svona besta lausnin fyrir þetta. Vandamál aftur á móti þar er það að ef þú vildir fá hluti sem voru inn í því divi kannski að fara út fyrir með eitthvað svona grafík til þess að fara út fyrir, að þá gastu það ekki, það þú veist alltaf með hidden overflow sko. Þannig að þetta er klárlega besta lausnin. Svo er þessir standard stöf, position absolute, position relative, position fixed og svo position static. Hver er munurinn á þessu öllu saman? Position static, eins og ég hef kannski útskýrt morgun við strákunum, er eiginlega bara ekki neitt. Það er eiginlega bara eins og það kemur út bara eins og browser rendir þetta með engum stílum og ekki neitt. Þetta er bara svona, þetta er ekki neitt, þetta er bara reset eiginlega sko. Position relative, þá þú getur sett sem sagt top og left og öll þessi property ítt þeim on a svona positional level, en ekki, þú veist, ekki kannski hvað maður myndi gera venjulega með margin eða padding til þess að íta hlutunum til sko. Heldur til þess að positiona það samt halda sínu, hvað maður að segja, hierarchy en svona íta það aðeins upp kannski. Þú getur gert það með position relative án þess að hún fari út úr skópi en hún heldur sína hæð frumlega. Þetta er eiginlega kannski svolítið þannig. Það er það sem position relative gerir. Position static, þá gætur ekki gert þetta. Position static, eins og segi, þetta er eins og myndir ekki skilgreina neitt og setja top property á eitthvað element. Það myndir bara ekki virka. Þegar hún fattar ekki, hún veit ekki hvers konar position layout hún er. Relative getur gert það. Fixed er svona, það er ekki eins mikið notað í dag, það er meira og meira notkun á því, en út af því að browser support, Internet Explorer lengi vel supporta þetta ekki. Það sem þetta gerir, þið hefur kannski séð þetta yfirleitt notað í svona hliðarbannerum, þannig að þegar þú scrollar að hann færist ekki með, hann er bara svona fixed position, en eins og relative position þá er hann alltaf, fylgir hann samt með dokumentinu. Fixed er svona mitt og milli, absolute og relative. Absolute position, þá ertu bara að segja, eins og Snorri sagði hann, hvað sagði þér, út úr flowinu. Dettur út úr flowinu, ok. Þarna, ég sé þetta alltaf fyrir mér, þú ert að búa til, ef maður lítur á svona gamla daga svona myndvarpa, ekki skjávarpa, myndvarpa, það sem við setjum glærur á. Og ef við myndum setja eitthvað element og setja absolute, þá er ég svona að búa til nýja glæru sem ég get sett ofan á og staðsetja hana hvar sem er, en hitt dokumenti sem er undir það heldur bara áfram að stýra sér, en þú ert svona komin út úr þessu, þetta er svona nýri layer bara í raun og veru. Og þar kemur þetta sem að því að væntanlega öll séð þess að seta index vandamál sem að oft vil vera frekar leiðilegt. Og alls konar Internet Explorer buggar sem að fylgja í kjölfarið. Bara svona eitt kannski nót þar er að til dæmis Internet Explorer 6, 7, ég man ekki hvort 8 með það, er að þá ef þú skilgreinir seta index sem er inn í öðru elementi sem er relative, þá tekur hún, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, þú veist, það á að erfa svona ákveðin svona seta index layers, en Internet Explorer er bara einhvern veginn svona, nei, ég ætla bara að hafa þetta sem ég vil, þannig að hann fór ekki eftir reglunum, hann er búinn að gera núna,
þess vegna eru alls konar svona Internet Explorer, Z-index, hacks í gangi. Þannig að ef maður getur þá maður reyna að forðast að nota Z-index og eiginlega stundum þarf maður að nota absolute position að sjálfsögðu en þetta svona bastarður. En það fylgir absolutt sem sagt meira að minna, ekki hinum. Jú. Já, ekki. Nei, ekki Jú, þess ég er en þetta- relativ svona minna líka. Jú, hún gerir það. Það eru svona Z-index en af því að þetta er ekki, sko, þú setur alveg Z-index á kannski relative positioned items vegna þess að þú þarft að skilgreina það að absolutt dóti fari yfir og eitthvað svoleiðis. En þú veist, bottom line fara varlega með Z-index. Basically að það væri ekkert absolutt á allri síðan það þurfti ekki á. Nei. Og ef þú ert með absolutt þá þarftu bara að hugsa og er að hugsa bara að því að öll relative static öll relative og static positioned element þú veist, þú áttu ekki að þurfa að setja það á þar þannig að þetta er bara að hugsa fyrir absolutt eða þannig að þau sé ekki að flæða yfir þú veist, kannski er top navigation eða absolutt af því að við viljum hafa því markupinu neðst niðri þannig að við viljum henda í efst upp en svo viljum við kannski að það er drop-down þar sem að fer yfir niður og hérna er eitthvað svona element sem að er kannski absolutt innan þessa containers að þá viljum við samt að navigationi kannski fari yfir það þess vegna þarf það að hafa hærra Z-index en kannski þetta chart sem þú vildir absolutt staðsetja að einhverjum ástæðum. Ég er mjög á móti því að absolutt staðsetja hlutin er virkilega nauðsynlega þarft að gera. Það væri gaman svo. Einmitt fyrir svona hluti eins og svona framework specific hluti eins og navigation, svona main navigation, eitthvað sem að þú vilt að í HTML-inu skrifar þannig að svona blindra vélarnar lesi kannski contenti fyrst og fara síðan navigation setna sem er þetta umdeilt reyndar en það skiptir ekki máli og þá myndir þú vilja smetla kannski navigation efst upp sem absolutt staðsett. Er það svona? Já, ok. Ok, þannig að spurningin er alltaf með þessa selektoru sem við rættum hana áðan ok, hvaða eigum við þá að nota ef það er mismunandi vægi á þessu og mismunandi weight og þú veist, allt þetta. Til þess þá þurfum við að skilja cascading. Þetta er náttúrulega cascading style sheets og hvað þýðir cascading? Þetta er bara beint úr dictionaryni. Fyrst þegar ég byrjaði þá vissi ég ekki hvað cascading var þannig að það er skemmtilegt. Hvað er þetta? Mér besta svona útskýringu sem ég hef fengið er hvað er í gangi? Trekt. Cascading. Alveg svo þarna áðan var að tala um eitthvað waterfall sem rennur niður frá top to bottom, svona síja. Þú ert að síja hlutina niður hvernig browserinn vill að túlki hlutina. Þess vegna koma þessi mismunandi vægi inn. Þannig að það er ekki virkið á mér hérna. Þetta. Þannig ég verð bara að gera svona. Jú, víst. Ok. Núna erum við að koma að svona skemmtilega partinu, sko. Specificity. Þetta er eitthvað sem að, það er þarna sem að þú kalkuletar vægið á hverjum selektorstíl element property fyrir sig. Í CSS2 spekkunum þá representast það af einhverjum svona 4 stöðum. A, B, C og D. Þannig að við hugsaum þetta svona. Það koma element, þú skilgreinir eitthvað element
og þú veist kannski body, font size 14 eins og við gerum á það. Þannig að öll börnin undir því erfa þetta. Svo koma klassanöfn, .myClass, pseudoclasses eins og t.hover eða attribute selector eins og svona hotclove input type button eða eitthvað svoleiðis. Svo koma ID, þess að Milla, myPage og svo finally inline stílar. Þannig að þegar maður er að skilgreina stíla, ég ætla að skilgreina navigation og ég ætla að skilgreina list itemina LI-taugin innan þessar navigations, að þá hefur maður oft séð kannski Milla, nav, ID nav, LI, eitthvað. Hvað ert að gera þá? Jú, þú ert búinn að segja, ok, þetta hefur meira vægi heldur en ég myndi gera punktur nav, LI. Þannig að maður á að forðast að nota maður á að reyna helst að gera sem mest í, þú veist, annarkvort einhvers konar classes og ID-in er svona að reyna ID-in og inline stílar af því að þú ert að setja meira vægi fyrir browsern til þess að rendera. Og þegar þú ert komið með þegar sé þetta ID eða important eitthvað staðar og svo er verið að yfirskrifa af því að kemur þegar eftir important er já, ok, ég ætla að fara bara í næstu glæði. Sko, þannig að ef við tökum þessar calculating examples A, B, C og D þar sem að A er mesta vægið fyrir inline stíla, B er fyrir ID, C classes, pseudoclasses og attribute selector og D elements and pseudo elements. Þannig að til dæmis H1 myndi fá gildið 0001, 1 er D þarna. Punktur fú, klassin sem er C er þá 0010 og svo sömuleiðis t.hovera þegar það er pseudoclass eða attribute selector eins og þarna href. Þessi hérna þrír efstu eru af típinu C. Þannig að .foo hafa meira vægi heldur en H1 augljóslega. Svo er þetta konar kannski .foo.more og svo H1. Þá ertu að segja, ok, það er H1 hérna, það fær vægi D1 og þegar það eru 2 klassar, þá myndu fá 2 þarna út. En takk ég eftir það að það ekkert í fyrstu, af því að við viljum ekki skilgreina það nefnum við algjörlega þurfum. Þarna eftir með waterfall trekt höfuðuna, eða ekki? Þannig að innlandsstæl var það sem var í... Jú, þetta er umlega mikilvægisröð, þannig að þú veist, hitt kemur, jú. Ef að D er, já, þá yfirskrifast ekki, já, hinskil. Já, þetta eru minnst mikilvægur eru D og svo mest mikilvægur. Og svo kemur náttúrulega svona, eitthvað svona Milla Page, .foo, href, span, t.hover. Hvernig á maður er búin að vita þetta? Jó, þetta er ekki flókið af því að, ok, við þurfum bara að telja hlutina. Hvað eru við mörg tög? 1. Við erum 1 tag, span. Hvað eru við mörg klassa, pseudoklassa eða attribute selectora? Við erum með 1 klassa, .foo, 1 attribute selector og 1 pseudoklass. 3. Og svo fáum við 1 í sæti B sem er ID. ID eða Milla Page. En af því að við höfum engan inline stíl, þá er það 0 hérna. Þannig að í raun og veru, ef við myndum gera hérna inline í HTML-inu, span t.hover, þá færu strax vægi 1. Það myndi yfirskrifa allt þetta drasl. Af því að browserinn renderar hlutina út frá þessu vægi. Allir klárir? Það eru væntanlega einhverjar spurningar hér. Viltu ekki forðast að nota stíla á Nei, sko, yfirleitt virkar þetta þannig að þú skilgreinir svona base hlutina sem þú vilt að erfist á allt. Þannig að þú vilt svona setja á body, paragraphs, töflur,
fyrirsagnir, list items og svo framvegis, þá viltu setja svona ákveðna stíla og vilt hafa font size þetta og vilt hafa line height þetta, color, textaliturinn, kannski padding og margin, eitthvað svona þú vilt skilgreina fyrir svona allt á svona hæsta leveli. Það sem að eiginlega í dag notar maður notar eiginlega svona reset.css sem að er sem að er umlega að nulla alla stílana af því að browserarnir eru með sína eigin base stíla. Þeir kannski til dæmis Internet Explorer segir paragraph á margin 10 pixla bæði fyrir ofan og fyrir neðan. En svo kemur Firefox, nei, ég ætla ekki að hafa neitt margin en ég ætla að hafa padding aftur á móti. Þetta hefur verið svona, í gegnum tíðina hefur þetta verið vandamál út af browserböggum en í dag síðastliðin 10 ára eða eitthvað þá hefur maður notað þetta reset til þess að bara nulla allt sem við getum og svo normalæsum við hlutina eitthvað nýtt með einmitt svona líka þess að normalize.css eða eitthvað sem að er svona hluti sem er skilgreindi til þess að setja aftur tilbaka eins og þú vilt að hafa þetta. Þú vilt hafa paragraph með margin eða padding eða bara eins og þú vilt sjá þetta og þá getur svona nokkuð með garantera að allir browserarnir skilji það eins af því að þú ert búin að reseta alla stíluna. Þannig að já, þú vilt hafa á elementum fyrir til þess að svona normalæsa alla stíla. Er það góð praktísk að setja stíla á öll element alls staðar hjá tölvunni? Nei. Eða óþarfi að því þú býr til eitthvað baseline? Já. Sett bara klassa sem þú veist þú hefur áhuga á að stíla. Já, það er nefnilega, þar kemur erfðirnar inn, af því að þú vilt ekki þurfa að skilgreina color black á div þegar það hvort þú setur á bodyið af því að það er allt innan bodies og allt sem er skilgreint á body fá börnin. Já, ég bara spáði því að þá vill maður stíla eitthvað sem ekki hægt af því að til klassu á það og svona eftir á vill maður sér alltaf inn í að bæta inn klassu og spáði þetta sé eitthvað praktísk að skella þeim bara inn strax til þess að geta að stíla síðan ef þú vilt. Já, þú bara skellir býr það ekki upp, skellir bara klassum á, þú veist ekki hvort þetta stíla setna. Er það eitthvað pæling eða er það svona? Ég veit ekki alveg hvort ég áttum á, hvað segirðu? Þú ert ekki ráð fyrir að það var eitthvað uník. Já, ég bara segja, eins og við höfum alltaf fyrsta svona HTML-inu leit svona þetta, því við alltaf dættum við að stíla svona. Svo kom ykkur aðri kúnar sem sagði, ég kannski geta breytt þessu hér. Já, já. Þannig að þá vantar við klassan á það. Þá þurfum við að fara inn og breyta bæting klassan og stíla svo. Já, já. Þá spáði að því að þú ert bara svona rískilning gæði, hefur ekki beint áhrif, eins og ef þörfparti gæði við okkur, við erum svona verðt að gæða skilna á það. Það er kannski, það er ekki klassi þarna. Já, já, já. Það er eiginlega annað talk en svona bottom line, þú vilt gera bara allt svona normalize hluti, þú veist, sem að eru standard fyrir allt, eins og, þú veist, font family, font size, line height, color, þetta drasl. Þegar þú kemur að svona hlutum, að fara að skinna einhver ákveðin element, eins og, þú veist, þetta headline hér eða þessi kassi hérna, að þá og það er, ég náði því ekki í þessu glærusjói, en þú veist, mér langar að tala nefnilega það að svona modular based CSS, eða eins og ég kalla það Lego-kubba, þú býr bara til, ekki ég kalla það, en það er fleiri sem gera það, sem sagt bara svona, bara Lego, eins og bara setja púsla, bara kubba, þú býr til að stíl sem heitir veist, heading 1 eða eitthvað, og applyar því hérna, og svo er hérna box heading 1, eða box heading, eða veist, alls konar svona klassar út frá einhvers konar modular architecture. Þannig viltu gera þetta. Þú getur gert þetta náttúrulega stíla með því að setja svona með einhverja erðir út frá HTML-inu. Þú veist, þetta er hérna, að ég veit að þetta er H1, þú veist, eftir div sem punktur eitthvað. Þú veist, en það er yfirleitt ekki góð leið af því að þú ert komin í svo mikið yfirskrift alltaf. Þú vilt freka bara module-basea þetta út frá þessum kubbum sem þú ert að skilgreina. Ég ætla að taka saman annað, mér langar að tala um það líka seinna, þannig að þetta er nefnilega, já, mjög góð. Ok, þannig að, hvað er næst? Já,
ok, við vorum að reikna út allt þetta vægi, hvernig browserinn er að höndla þetta. Hann gerir þetta út frá þessum cascading reiknireglum. En þá kemur alltaf þetta important. Eins og við sögum, important er eiginlega bara að drulla yfir allt. Hann er eiginlega bara að segja, eins og Siggi sagði þarna fyrstu, not important. Já. En þetta er akkurat öfugt. Þetta er bara að segja, þú veist, mér er skítsama hvaða reglur þú ert búin að skilgreina í svaka flott og hierarchy. Mér er saman, ég ætla bara samt að setja á. Og ekki bara það, heldur líka þegar þú ert kannski með paragraph og þú ert með style, þú veist, color red þar á HTML attribútinu, þá er important að actually að yfirskrifa það. Þannig að ef við erum kannski með eitthvað JavaScript sem er að setja position absolute á þetta div, í þessu tilfelli að display block eða eitthvað, en þú ert búin að skilgreina í CSS-inu að vera display none með important, og þá virkar ekki JavaScript. Af því að JavaScript er applier en þetta yfirskrifar. Þannig að ég vil bara ekki sjá important neins staðar. Bara do not. Ha? Og ekki inline styles heldur. Inline styles eru bara allt og gamalt hugtak, þú veist. You don't want to do it. Þegar ég tala um inline styles, þá er ég að meina sko inn í taginu, ekki innan, sem sagt, inn í headinu, það sem er style attribút. Ég vil heldur ekki sjá það, en style equals, já, innan attribútið style. Ok. Svo er browser, þá kemur þessi browser sorting logic. Trekting góða. Mér er langbest að skilja þetta svona nefnilega. Ok, við erum búin að tala um þá þetta specificity, hvaða vægi hlutinir hafa. En þá kemur nefnilega öðru, ok, þú ert búin að skilgreina allir þína arkitektúr, en við getum alltaf yfirskrifað það, sko, á einhverjum, við bara fara yfir á allar hérna, til að myndskrifa það. Ok. Það er að útskýra þetta eins vel og ég get. Ég er búin að punta það niður, en þú veist, eins og hérna, all declarations that apply to a given element property combination for target media type. Ok, þetta er náttúrulega, já, ok, ég veit alveg ekki hvernig ég útskýra þetta. Þess að síðan kemur origin, sem að hvað er origin? Það er raunverulega, browserinn er með eitthvað svona base style sheet. Og það er með ákveðnar reglur yfir eins og við töluðum áðan sem að við notum síðan til þess að resetta. En svo getur userinn meira þess að haft sitt eigið style sheet. Þú getur búið þitt eigið style sheet og opnað það inn í Chrome og yfirskrifað eins og til dæmis, þá var margir sem gerði þetta þegar mbl.is voru með bannera og fólk bjóð til sitt eigið stælsett og importaði í til þess að fela bannerina, af því að vissi stílanöfnin hjá þeim, og það er raunverulega það sem adblockers í dag er að gera. Þeir eru bara að taka þessi common nöfn sem er verið að nota og setja, hei, ég ætla að fela þig þegar þú ert að gera. Þannig að, sko, svo já, það er fyrst til að hafa þarna, en ef við hugsum þetta origin, það er user important declarations, author important declarations. Author er raunverulega bara HTML-ið sem að author skrifum, og normal declaration, user normal declaration og svo user agent declarations. Aftur, þetta er þessi síða sem við farið eftir. Þið þurfið ekki að skilja þetta er alveg sko stundum. En þú veist, það er alveg þetta sem maður fer yfir alltaf eftir, af því að þetta er alveg eina sem er að skipta máli. Þarna er alltaf að gera þetta sem við tólum áðan. En ef að þetta allt saman er eins skilgreint, segjum að allt stælsitt meninga væri einhver user væri búinn að breyta því.
ef að user var búinn að breyta öllu meningastælsitum, þá myndi hann yfirskrifa það að því að user declarations eru hærra heldur en author declarations. Það er það aldrei gert, en og svo, já, ok, ef allir, þetta er svo ógeðslega að útskýra þetta, ef allir stílar eru eins, þá er orderið sá síðasti sem að kemur, hann vinnur, sem er skilgreindur. Ef hann er síðastur í stælsetinu, hann raunverulega vinnur. Ef að allt ofar er eins. Já. Þetta er eiginlega svona, já, ég er raun og verið, þetta er erfast að klæra fyrir mig að útskýra, en hérna, ef þið fatti specificityð áðan, þá þurfum við ekkert að spáði þessu. Spurningar? Notar ennþá reset? Já, við notum þetta eiginlega bara, þú veist, það er alls konar reset stöf. Það er frá Yahoo, það er frá Twitter, það er frá Erik Meyer, hinum þessum, þú veist, basically HTML5 boilerplate, modernizer, eitthvað, bara pick and choose, veldu eitthvað sem þú vilt, bara reset allt og normalise tilbaka og eiginlega þá, ég er mjög hrifinn af Twitter, Twitter er að nota þessi sem kallast normalizer og eitthvað reset sem þeir eru búin að búa til, þannig, já, maður er að nota þetta, verðum að nota þetta. CSS skrá sem að tala sama hluti, hver er að ræða, hvaða röður CSS skrá. Það fer alltaf eftir í, já, það er akkurat þetta order, sko, ef við erum með sömu skilgreiningar í neðstu skráni og í efstu skráni, þá er náttúrulega ræður þessi, það var þessi síðasta sem maður tala um, orderið síðasta ræður. Ef að þetta specificity, þessir calculative reglur séu alveg eins, þá ræður orderið. Það er núna það sem er að útskýra með að origin, userinn eða hver hann geti, þú veist, og svo importance sinna. Authorinn hefur þrjá skrá sem er nákvæmlega sama specificity, bara segja hann bara þetta element. Einhver svona natural order á sem er hlaðið inn. Þegar við myndum bara að gera copy-paste á CSS skrá. Já, það er umlega þetta hérna, sko. Ég vantar inn, hérna, með þessi komment. Þú ert að meina ef að authorinn stílar sama element tvisvar, þá ræður röðunin. En ef að Ég spurði mér röðun, hvernig verður hún til? Setjum við erum eitthvað sem heitir hérna app, CSS, gerum customization og alveg það. Röðun sem þeim skrána upp plagi, hvernig nei, það skiptir ekki, í einu tilfelli sem það skiptir máli er það að ef að specificityð er nákvæmlega eins, þá ræður röðunin á stælsítunum máli. Og hvernig er það lótað? Já, hvernig er með lótað, síðasta sem er kallað í. Já, í HTML, já. En það er svo oft rosalega hæpið vegna þess að það þarf þá að vera nákvæmlega sama, þú veist, þessar calculation, specificity, þessar erðir og allt þetta drát verður að vera nákvæmlega eins til þess að það applægi. Við erum ekki að stíla þannig. Það er eitthvað tíma upp, svo custom extension og tökum við þetta lúk, ég ætla að útskrifa það, tekur algjörlega selektorinn á skellið í custom extension. Já. Það er þá einhverlega custom extension að það hlaði inn síðast í HTML. Já. Það myndast á í HTML í rauður import extension. En náttúrulega, við viljum náttúrulega ekki hafa mörg stælsít, við viljum eiginlega bara hafa eitt stælsít inklútað eða svona út frá einhverju. En jú, það er nákvæmlega það sem við erum að gera akkurat núna og þess vegna, af því að það er verið að gera þetta svo, ég ætla að segja vitlaust, vera að nota ID hér og þessi erðir hér og það, þegar það ætti kannski að vera að hugsa um þetta miklu meira modular á miklu svona einfaldra hátt, svona bara punktur headline, þessi hérna og það applyir hérna í hægra megin, vinstra megin, hérna í þessari töflu, hvað sem er, það skiptir ekki máli. Þetta er bara þessi legokuppur sem þú ert að púsla saman.
En við erum alltaf, það sem ég sé er að vera oft verið að segja hérna write ID, þessi hérna heading 8, punktu þetta, búm, það er þetta. Og svo kemur customerinn alltaf að yfirskrifa það, þá þarf hann að fara alla þessa runu til þess að yfirskrifa það. Það er eiginlega svolítið slæmt, þannig að já, þess vegna vil ég að við reynum að brjóta okkur út úr þessu sérstaklega þessu sko markup specific, þannig að við erum að relya eitthvað ákveðið markup, það er mjög slæmt vegna þess að hvað ef að kunni vill sem breyta markupinu, þá er stílarnir farinir út í vaskinn. En ef við myndum gera þetta á class-based hætti út frá eitthvað svona modular hugsun, þá er minni líkur á að við lendum í því vandamáli. Já, þetta er nefnilega svolítið fyndið, sko, í gamla daga. Þá, þú veist, var bara klass fyrir allt. Svo fór fólk að fatta ID. Og það var svona, já, ég vil hafa ID að það, þú veist, ég vil alltaf gera þetta út frá þessu. Og fólk var bara svona, ég líka, ég viðurkenni það alveg, ég vildi hafa ID og svo vildi ég hafa þetta, en þá var mitt lendur í þessu vandamáli. Og þá þarf þetta að fara að hafa ID fyrir allt. Hvað er nýjasta ráðleggingin varðandi notkun á ID versus klass? Ég finnst, já, svona Hvað er réttlætti tilveru ID? oft út af navigation, þú veist svona stöf, en Það var einhvern veginn sagt sko, eitthvað sem gerist einu sinni á síðan. já, Löglega má það ID bara löglega má ID bara vera einu sinni. þannig að það þá skilgreinst út frá því. Já. Eitthvað sem Já. bara Mér finnst oft gott að gera þetta, segjum að væri með main navigation, að þá vil ég að, þá mögulega gæti ég leyft mér að nota ID main nav. En til hvers, akkur ekki bara gera punktu main nav, þú veist hvort þið bara að nota þetta main nav einu sinni, eða þú veist, en nei, svo kemur þetta málið, nei, byrju, svo ætti ég að hafa main nav hérna líka, að því að þessi síða ákveðin verður öðru sem main nav, og það er vinstra megin, en ekki hérna uppi. Þá ertu komin náttúrulega, þú veit svona rugl, en já, bara klassa eiginlega, það er eiginlega í dag. Og modular based, þú veist, buttons eru sér, forms eru sér, hérna, og svo framvegis, bara í raun og veru nákvæmlega eins og þess að Twitter Bootstrap og fleiri library hafa verið að gera þetta út frá svona hlutum, sko. Já. Skil ekki allir hérna calculations, svona. Það er eitthvað bara í praxis sem Já, þetta er það, en það er, þú veist, það er eins og hlutir þarna sem að við, þú veist, þessi hérna, ég held að þessi fæstir sem actually vita þetta, þeir vita þessa basic hluti að ID hefur meira vægi heldur en klassi og svo framvegis, en svo fer maður að lenda í svona alls konar, hei, ég hef búin að gera hérna ID svo punktur eitthvað fullt af subklausum, en þessi hérna gaur er ekki með fullt af subklausum, en þú veist, þá fer hann bara eftir fjölda itemann út frá þessari reglu, þú veist, hversu mörg ID þú ert með í reiknireglunni, þú veist, þá fær það hærra vægi hérna. Ég held að sé ekki margir, þú veist, örugglega fullt af fólki, en það eru rosalega, ég held að sé majority af svona developers sem vita kannski þetta ekkert. Þannig ef það væri 0.1.2.0 með þessum 0.1.3.1 þá myndi 0.1.3.1 vera yfirskrifað 0.1.2.0. Já. En ég meina, þú veist, þetta er ekki flókið, þetta er bara, þú veist, því hærri tala hérna, hærri hérna, þú veist. Gallinn núna er að þurfa að yfirskrifa. Já. Og svo náttúrulega important út allt, sem bara fleir öllu. Koma því út fyrst, það er ekki það að minna. Nei, bara koma öllu út fyrst og gera þetta på nýtt, það er það sem við viljum gera. Það þarf svo að taka inn þáttinn, HTML-þáttinn.
alveg. Sýnir okkur bara hvernig það verður. Já, já. Takk fyrir þetta. Takk.